Við breytingu á mannvirkjalögum 2018 var aukin áhersla lögð á innra eftirlit byggingarstjóra. Þar gera sjálfir áfangaúttektir frá og með janúar 2019, halda utanum skráningu iðnmeistara í gæðastjórnunarkerfi og skrá í gagnasafn mannvirkjastofnunar, skrá iðnmeistaraskipti í gæðastjórnunarkerfi og gagnasafn mannvirkjastofnunar. Tilgangur og markmið breytinganna var að samræma áfangaúttektir allt land og skila rafrænum niðurstöðum í miðlægan grunn mannvirkjastofnunar. Það gerir mannvirkjastofnun kleift að aðgreina eftirfarin atriði: auka gæði í mannvirkjagerð, greina algenga ágalla, greina þarfir á reglugerðarbreytingum, greina þörf á endurmenntun, ná fram samræmingu í mannvirkjagerð fyrir landið allt. Mannvirkjastofnun hefur látið gera úttektarforrit sem inniheldur skoðunarlista og skila niðurstöðum í byggingargátt mannvirkjastofnunar. Önnur úttektarforrit þurfa að innihalda skoðunarlista mannvirkjastofnunar og skila niðurstöðum sem standast kröfur mannvirkjastofnunar skoðunarskýrslu og skil á byggingargátt mannvirkjastofnunar. Skrefin til innskráningar á byggingargáttina og uppsetningu á úttektarforrit mannvirkjastofnunar skipt upp í 7 liði. Núna verður farið yfir þetta skref fyrir skref. Fyrstu 3 liðirnir eru atriði sem notandinn þarf að uppfylla, en þau eru að notandinn hafi til staðar síma eða spjaldtölvu með Android stýrikerfi. Síminn eða spjaldtölvan þarf að hafa Gmail net fang til þess að taka móti smáforriti og eiga aðgang hjá Ísland.is, þar íslykill eða stafræn skilríki. Hann eða hún stofnar notanda á mínum síðum mannvirkjastofnunar með því að skrá sig inn á íslykli eða rafrænum skilríkjum. Þörf á að búa til lykilorð sem nota á til innskráningar á smáforritinu, en til að búa til nýtt lykilorð þarf að byrja á að smella á heim hnappinn og eftir það smellt á hér sem að finna undir play takkanum. En við það fær notandinn sendan tölvupóst með lykilorði sem hann svo breytir. En það gert með því að smella á hnappinn notandi efst í hægra horninu og velja mínar stillingar. Á mínum stillingum smellt á breyta lykilorði, en það að finna neðst á þeirri síðu. Við það opnast gluggi uppfara lykilorð. Í núverandi lykilorð setta lykilorð sem sent var í tölvupósti. Undir lykilorð setur notandi það lykilorð sem hann hefur valið sér. Til að passa upp á innsláttarvillu notandinn beðinn að endurtaka lykilorðið sem hann eða hún hefur valið sér. Þegar notandinn hefur lokið við að breyta lykilorði náð í smáforrit MVFS í gegnum Google Play Store undir heitinu MVFS byggingarúttekt. Að lokinu uppsetningu getur notandinn opna smáforritið og skráð inn kennitölu sína og lykilorð sem valið var. Farið verður yfir notkun smáforritsins og skil og áfangaúttektum í næstu kynningu, en vert að nefna að byggingarstjórinn getur séð hvaða byggingarleyfi hann skráður fyrir á mínum síðum. En ef skráningu vantar, þarf að athuga stöðu skráningar hjá viðkomandi sveitarfélagi. Svo þegar að rafræna byggingarleyfið verður tilbúið til notkunar síðar, verður þá ábyrgð eiganda eða hönnunarstjóra að skrá byggingarstjóra. Eins og áður nefnt, í næstu kynningu verður farið yfir notkun á úttektarforriti. Takk fyrir mig.